Góðan daginn, gott fólk. Það svo fyrir daginn að laga þetta. Þetta nær og niður, eða hvað? Ekki, hvað var þetta svona? Það alltaf sama vesinni, maður. Þú þekkið það nú, frá gamalli tíð, þetta gamla góða vesin. Við kunnum nú að bjarga okkur alveg, gömlu kallarnir. Það ekkert nýtt. Nei, ný frétt. Við eigum bara að hafa þetta svona sveimið þá, ekki? Og hér stóra eldspýtin og litla kertið, þetta alltaf þetta búið hérna. Og við kveikjum einu kerti á. Og síðan þessu hér. Við ætlum að lofa dráttinn smá. Svo tilur að verða ekki grá. Og hér heil skiptur og hóa maður. Það nú feimið við að setja hann upp. En ég læt mig hafa það. Skiptur og hóa. Var það draumurinn í gamla daga að verða skipstjóri? Nei. Ég held nú ekki, sko. Sjálfum fannst mér skipstjórinn ekki vera í neinni sérstakri öfundarstöðu. En hann verður víst að vera með. Það ekkert skip án skipstjóra. Og þannig það nú ennþá að það ekkert skip án skipstjóra. Og skipstjórinn í því skipi sem ég á í dag heitir Jesús. Og skipið hefur nafnið Kirkja. Þannig að þetta hangir allt saman. Og við erum ekki að mæra skipið sem slíkt, sem við veitum fiskin okkar á hérna í gamla daga, þó að það væri nú mikilvægt verk og allt saman það og göfugt og gott. Heldur erum við að mæra með því sem við gerum hér, orð Guðs. Það vert að því sé haldið á lofti og helst að það þagni helst ekki og að þagni bara alls ekki. En líka þá verður það að vera til fólk til þess að sinna þessu verki. Það er bara eins og með sjómannsstarfið, mín kæri. Ef engin maður fæst þess að ráða til þess að vinna borð í skipi, þá náttúrulega sjálfa einn. Og það til að mynda hjálpaði nú helling gamla síðutógarunum á landi. Það ekki svo að skilja að útgerðin hafi ekki í öllum tilvikum viljað halda útgerð skipsins áfram, því að þetta voru skipal oft í fullkomnu lagi. Heldur, það fékkst engin mannskapur til að vinna borð og þá náttúrulega ferð þú nú ekki langt með skip, því að það þarf starfsmenn til þess að vinna þar borð, það eins með þetta. Ef enginn tilbúin til þess að gera Kristverkið, og hvað ætlar þú þá að heyra það? Þú heyrir það hvergi. En við þökkum Drottni fyrir það að hann sér nú þetta allt saman sjálfur og vekur menn upp hér og hvar til þess að gera þessi verk vegna þess að hann vill að þetta heyrist. Hann veit hvað þarf að heyrast umfram allt annað. Og nú hristur þú fallega höfuðið. Því það ekki allir sem að sjá gagnsemin af því að gera vilja Guð. Og þú sem átt Krist og ég að vita og eru sannfærður að gagnlegasta verki sem hægt að vinna, þú gerir ekkit annað sem gagnlegra en að boða Krist og hann krossast hann, veistu af hverju? Það liggur alveg fyrir, því eitt sinn liggur fyrir hverju manni að deyja. Og það hefur maður nú séð, síðan sjálfur maður nú komið til ára, að ævimann sem hefur nú verið bara á flegi ferð, og allt í einu eru árin orðin 70. Á flegi ferð. Þannig að tími mannsins á jörðinni, svona skoðaði þessu ljósi,
er stuttur. Og þetta er auðvitað allt saman vilji Guðs vegna þess að hann veit alveg hvers slags mæðudalur þessi jörð er. Og við sem vitum af hverju hann er allur þessi mæðudalur, inn í lífi var hleypt ódámi sem heitir Satan. Og hann er orsökin fyrir allir þessari ógæfu sem við erum að glíma við og kennum einhver öðru það. Og sumir meira að segja ganga svo langt í vitleysunni að benda á kirkjuna sem aðal skaðvaldinn. En kirkjan náttúrulega er með sinn boðskap og það er alveg ljóst að hún er ekkert að heimila hvað sem er. Við hins vegar viljum bara heimila það sem okkur dettur í hug og ef einhver kemur gegn því, þá ærumst við. Svona er nú syndin. Hún er algjörlega blind á það sem er Guðs. Og það eru þetta stóri vandinn í málunum. En við læknum það ekki neitt. Við getum í raun og veru ekkert gert þar nema boða Guðs orð og bent á Jesú. Og allt sem þú vilt fræðast Jesú er í þessari bók sem heitir Biblían. Og það á vel við í þætti sem er kallaður og nefndur Biblíuþátturinn okkar að benda í svona þætti á hinn uppreisna Jesú. Hann er aflið sem við þurfum að vita og meira, við þurfum að vera undir. Það er aflið Jesú. Þess vegna er hvatningin þessi: vertu vel að þér í orði Guðs, því það hefur svo margt í för með sér annað. Bæði sérðu að lærdómurinn þarna er skemmtilegur og hann er hressandi með fullt í sér af öllu sem þú þarft til þess að hvetja þig sjálfan í gegnum daginn. Og ég segi, þú þarft á því að halda. Þú eins og allir aðri menn og allar aðra konur hefur þurft að glíma við margt í þínu lífi. Á sömu berðu ábyrgð sjálfur og sjálf en ekki nándar næri öllu. Þú lentir í alls konar sem þú áttir engan þátt í og þetta veistu jafnvel og ég. En svona er lífið sem er undir synd, sem bara gerir það og segir það sem hún vill og lýgur í öðru hvoru orði og ratist henni satt orðumun er það vegna þess til að sannleikurinn á einhvern veginn að undirbyggja þessa lygi sem er svona í grunninn verið að setja fram. En til þess að sjá við þessu þá eigum við til sannleiks anda og þessi andi er gjöf frá Jesú og við köllum hann líka heilagur andi. Ég veit ekki, það getur vel verið að einhverjum sé illa við að heyra þetta orð heilagur andi, en hvað var það mig og það hvað mönnum er illa við? En heilagur andi er staðreind, hann er sannleikur og við sem kristnir menn búum við það að flytja sannleikan. Og ég segi, þú sem manneskja þarft ekkert að heyra neitt nema sannleikan. Og það veit ég að þú tekur undir. En hvað er sannleikur er svona mat sem segir mér bara hvar ertu. Hvað þetta varðar. Hvað er þinn sannleikur? Er það þinn sannleikur að sé engin Jesú til? Að þessi kallar og kettlingar sem tala Jesús, þetta sé bara bilað fólk. Fyrir sumum er það sannleikur. En ég segi, sem trúaða maður, ekkert er fjarri sannleikan með þetta. Og ég segi
að þá fyrst kynntist maður sannleikanum og vissi hvað sannleikur þegar Jesús kom til skjalanum. Þá vissi ég hvað sannleikur og svo hóf maður gönguna í Jesú nafni og sannfærði það betur með hverjum deginu sem rann upp að það bara betra að gera það sem Drottinn að boða en það sem menn að boða. Og þetta eitthvað sem maður hefur fylgt manni og maður gerir og því harla keikur í dag eftir 35 ára göngu með Jesú. 35 ára göngu. Það hrósunarefni? Það eitthvað hrósunarefni að lifa frá degi til dags? Það held ég nú ekki, þetta bara lífið. Svo horfir þú upp, væni minn, og þú sér það að komið 35 ár og svo horfir ég á dagatala og þú svitnar þegar þú sér töluna að þú ert orðinn 70. Svitnar. Kannski svitnar einhver við það, en ég bara 70 og ekki orðum það meira. Ég ekki gamall maður. Þó ég sé það reyndar, en ég lít nú ekki á mig sem gamlan mann. Ég lít nú bara á mig sem konna gamla. Og ekki törst því ég ekkert annað. Sem á Jesú í hjarta mínu og óþreytandi við að boða hann og kennslu hans og kenningar en gæti mín á að ber ekki neitt fram að sjálfuðu mér. Því að það jafn mikið rugl og þegar þú ert að bera fram sjálfa þig. Hvað áorka ég? Og hvað áorkar þú? Segðu mér það. Bentu mér á afrekið þinn. Já, þau voru nokkur. En voru mistökin ekki fleiri en afrekið? Ég held það. Ég held að þetta sé nú sagan okkar. Þau eru merkt mistökum, gönulhlaupi og alls konar svona. Að þið eru manneskjur. Svo sem áhuga samar margt, en ekki alltaf viskunni fyrir að fara í því sem við erum að gera. Og þar skákar trúin aftur öllu öðru. Því að þau eru komin undir afl trúarinnar, þá segi ég við þig og hefur reynslu af að mistökin sem þú ert að gera þeim fækkar alveg ótrúlega mikið. Því þú ert undir afli Guðs og hann bara hreinlega hnippir í þig. Þetta einhverju minn, þetta held ég að þú ættir ekki að gera. Já, þakka ég fyrir að benda mér á þetta og ég hætti við það. Þetta Guð. En ef þú væri að gera eitthvað vitleysu í heiminum undir afli andaveru og óskunar Satans, þá segir, gerðu þetta maður, þetta rosalega flott. En hann veit nákvæmlega hvar það endar. Og þú, eftir stuttana langan tíma, horfir í slóðina þína, einu sinni, og hvað sér þau? Rústir. Það sér þau. Í hvað mörg skipti hefur það gerst? Veit það ekki? Sumir eiga sér lengri sögu en aðrir hvað þetta var það. Rústa söguna sína, hún hjá sumum fólki mjög löng. En ég segi, ekkert af þessu þurfti að gerast. Akkur fór þó sem fór. Ástæður fyrir því eru margar. Geta verið margar. Ein svo að frá grunni var hún rugl. Önnur svo að með tímanum þá fór að gliðna í sundur, hópur sem ætlaði að vera í kringu þig, hann brást og alls konar svona. Mannaverk eru ekki góðverk. Þess vegna dirfust við ekki að upphefja menn, en við dirfustum að upphefja Jesú. Hann stendur við það sem hann hefur sagt. Eina verk mitt að boða Jesú, boða þér Jesú. Og hann miskunnar sig yfir þig og náðar þig inn í sitt ríki og komin á þann stað í þínu lífi sem hann í mínu lífi.
Hann kennari minn í dag. Og fari ég eftir honum, sem mér hingað til hefur borið gæfa til, þá horfi ég öxl, horfi tilbaka, og hvað sé ég? Iðagræna velli, minn kæri. Það sé ég. Sigur eftir sigur, eftir sigur, eftir sigur. Enga rústir. Og séu þær, sem örugglega til í mínu dæmi, það minn gamli maður sem sá það. En hann dáinn, minn kæri. Hann dó þegar að Kristur kom og reisti mig upp sem kristinn mann í dag, sem ég búin að vera í áratugi. Og ég stoltur af því að tilheyra kirkjunni. Mjög stoltur. Og með nafni Jesú og vörum mun í deyja þegar því kemur. Hvenær það verður, það veit ég nú ekki sem betur fer, frekar en þú. Þú vilt nú ekki vita það endilega. En ég veit að því kemur, og þá maður bara komin í faðm drottins, inn í eilífa lífið, þar sem hann mundu að eilíft líf það Og þú ferð þangað, en þar eru 2 staðir. Ég að segja frá staðinu sem Jesú á. Og hann hann þar, en það annað á öðrum stað. Það heiti niðamyrkur. Það ekkert. Ekkert samfélag. En þær eru menn út af fyrir sig í eymd og kvöl. Þetta það sem Biblían að boða. Og þetta getur þú lesið alveg eins og ég. Þú manst eftir sögunni í Biblíunni þar sem að Abraham, var ekki Abraham, ykkur kallaði yfir til hans og bað Abraham að senda sér einhvern mann sem vætti tungu sína. Því hann var að farast úr þessum hita. Og hvað sagði Abraham? Þú, væni minn, þú hafði þitt tækifæri og meðan þú lifðir, en nú get ég ekkert gert. Reyndar ekki orð hans, ég man ekki alveg hvernig þetta var. En þetta allt til staðar. Þú getur lesið þetta allt í orði Guðs. Og suma af þessum stöðum hefur lesið sjálfur, og kannski ekki velt fyrir þér hvað merkja í raun og veru. En þetta merkingin. Jesús lífið. Og núna hneykslaði ég því svoleiðis að hálfa verið nóg. Eða kannski ertu bara sammála þessu. Það fer eftir því bara hvað þú átt. Á hverju þú ert að byggja. Sértu Guðsmaður eða Guðskona, þá bara tekur undir þetta rétti á gallinum maður. Hann fyrir yngunum maður á gaflarunum. Já, þetta rétt. Og hvaða þakklæti á ég skilið fyrir þetta? Ekkert. Og hver minn partur af þessu? Engin. Ég var bara tekin inn. Æja, Konráð minn, nú komið að þér, minn kæri. Og hér ég, lofandi Guð. Án nokkurs verks sem að segja mér að ég átti þetta nú skilið. Ég er búin að gera svo mikið. Ég held það nefnilega, það er svo margt sem að maður að vera að heyra maður, þetta þvílíkt ruglótt maður. Einhvern veginn finnst maður þá og talið sumir að manna að þeir hafi bara talið sig að þetta inni. Þeir eru að gera svo mikið. Ég hef ekki gert neitt. Segja nú bara. Nema þessi drottin hefur boðið mér að gera. Og hvaða þakkir á ég skilið fyrir það? Er ég ekki verkamaður og agri Guðs? Og lítur ekki verkamaður verkstjórn annara? Og líðar en ekki verkstjórn annara? Jú, hvaða þakkir á hann skilið? Hann hefur sín laun fyrir það sem hann að gera. Og hver eru mín laun? Hann bara ekkert minnar það að ég fæ að vera með Kristi. Það eru mín laun.
Í dýrðinni hans í raun og veru svo eins og hægt á þessari jörð. En það verður aldrei neitt nema skuggamynd af því sem að bíður. Í ríki Guðs eru allir vinir. Í ríki Guðs eru allir allsstaðar velkomnir. Hérna, þessi maður kemur ekki inn fyrir mína dyr. En þar standa allar dyr opnir. Konráðin, komdu blessaður, gaman að sjá þeim og kíktu við hjá mér. Hver sem er, allsstaðar verður þetta svona. Ég sá þetta einu sinni í sýn eða draumi og ég vissi að svona er himnaríkið. Og þetta er það sem bíður okkar sem að trúum á Jesú í dag. Ég hef líka séð þitt, kvölina. Ég sá ryk og skít og menn eina í þessu horni og í hinu horninu. Ekkert samfélag minn kæri. Og hvort viltu? Akkur erum við að tala um þetta hér? Aldrei að vita nema það veki einhvern. Fyrir mér er þetta sannleikur. Svona er þetta. Ég er á leiðinni þangað þar sem allir eru velkomnir allsstaðar. Ja, allar dyr opnar. Allir voru vinir, allir voru góðir hvort og allir voru velkomnir hvar sem var. Já, blessaður, gjörðu svo vel, fáðu sæti með okkur og spjallaðu við okkur. Hvar sem var þetta svona. Kærleikur hvert sem þú horfðir og hvert sem þú fórst. Þetta er ekki spennandi. Sjálfum finnst mér þetta afskaplega áhugavert. Og Drottinn er góður við okkur, hann sýnir okkur margt. Af hverju? Til þess að örva okkur og til þess að segja frá þessu, til þess að aðrir örfist líka í rétt átt. Það er til tveir staðir. Eilíðin er raunveruleg. Alveg eins og veruleikinn hér er raunverulegur. Þá er eilíðin raunveruleg, en hún hefur tvo staði. Annan almyrkvaðan og hinn með öllu og ljósi og kærleika og hlýju allra. Það er ekkert á hinum stöðunum. Nema eymd og einvera. Og enginn í raun og vera að gera nokkurt skapaðan hlut, ég sá það ekki. Ég trúi því að svona sé þetta. En fólki var þarna. Og ég skil núna hvers vegna þessi manneskja hrópaði til Abrahams að senda einhvern yfir til sín því að hann væri að farast í þessum hita. En Abraham, eigi nafni rétt, hann sagði, ég get vinur minn ekkert gert eitt. Og hann spurði, hafa þær ekki Móse til þess að fara eftir? Já, fara þær eftir Móse? Hei, þetta það ekki í hug. Hvað get ég þá gert? Hann gæti ekkert gert. Við getum gert margt. Við höfum enn tök á því að biðja Drottinum miskunna sig yfir okkar líf. Og ég bið Drottinum að miskunna sig yfir þitt líf. Og ég trúi því að Drottinn muni miskunna sig yfir einhvers líf af þessari bæn minni, því að þetta er bæn. Og veist af hverju? Að við erum verkfæri og þjónar lifandi Guðs. Og veistu hvað? Hann gefur okkur vald. Hann gefur okkur vald. Og við segjum það oft og ég trúi því að það sé rétt, að við hvert og eitt séum það sem við erum í dag í Kristi vegna bæna. Hvað er bæn? Það er vald. Það snertið við hjarta Guðs. Og það hvetur hann til þess að fara og leysa þessa manneskju. Af hverju? Að hann er að bjóða þér og segja við þig að þú ert verði keyptur sem kristin manneskja.
Þannig að þú skalt ekki gera lítið úr þínu þætti og þú skalt heldur ekki gera lítið úr því sem að Drottinn að segja við þig. Og hvað hann að segja við þig núna? Hlustaðu eftir því sem ég að segja. Ég að segja, en samt ekki ég þessi einstaklingur, heldur Jesú. Hann að nota þennan mann til að tala til þín einhvað sem að þú þarft að heyra Við skulum lesa hérna eitthvað. Ég vil ekki lesa úr hérna Agrikóu bókunum. Vegna þess að einhvers staðar heyrði ég það og las að þessar Agrikóu bækur væru ekki staðfestar af þessum sérfræðingum hérna Orðs Guðs. Og ég teki við því bara. En ég veit að þessi hefðbundna Biblía hefur fengið staðfestingu allara sem að máli koma. Og mér finnst það bara ágætt og þess vegna hef ég ekki vilja vera fletta neitt eða lesa neitt í því, en ég ekki að segja hvað þú átt að gera. Og við erum núna í Orðsguðunum. Og við höfum alltaf lesið eitthvað í Orðsguðunum og við ætlum að gera það líka núna. 8. kafli Orðsguðana. Sérlundur maður fer að eigin geðþótta og hafnar hverju hollaráði. Þessi nú nokkuð góður, ekki? Heimskingin keppir ekki við hyggindin. Já. Heimskingin keppir ekki að hyggindunum, heldur að gera skoðanir sínar kunnar. Mannaviska. Við heyrum mikið af henni, en minna af Guðsviskunni, en hún á endanum mun tala og segja síðasta orðið. Og þess vegna vil ég heyra Guðsviskuna og gera Guðsviskuna að einhverju sem ég get tileinkað mér. Þess vegna erum við að gera þennan þátt og við erum með þennan þátt til þess að hvetja okkur að Biblíunni. Biðtu Guð að gefa þér skilning á orði Guðs. Þú ert fylltur heilugum anda og þú hefur skilyrði til þess að nema fræðin og gera það með réttum hætti, en ef þú ert ykkur vafa það, skaltu biðja Drottinum að hann gefi þér skilning. Af hverju? Þú hefur heilagan anda sem við vorum að segja. Hann gefur þér skilningin. Ég raun og veru þarft ekkert mína hjálp við að fá skilning, þó að ef Guð vill, það geti verið í einhverju tilvikum. Hann vill sjálfur bara gefa þér skilningin sem þú þarft. Það er hans vilji, með eitt og sérhvert okkar. En að því að við erum svo oft svo lítil og smá í okkur og við erum svo út og söður í svo mörgu, að þá eiginlega er alltaf litli kallinn í okkur að rumska og taka af okkur völdin og ég er ungi maður til að skilja þetta. Og við verum í eitthvað annað, eitthvað til annara, þegar við byrjum svo mikla virðingu fyrir og þeir blásast allir út af virðingunni sem þú berð fyrir viðkomandi. Ekki svo að skilja að þetta sé ekki leið. Ég segi það er miklu betri leið. Það er bara að treysta Guði fyrir orðinu sem að hann er að breiða út. Að ég nái réttu skilningi og tökum á því. Því hver er ég og hver munurinn á minni trú og þinni trú. Hún er kannski svo að annar okkar er meira gefin Guði en hinn. Það skilur á milli og ekkert annað. Við þurfum að ná réttum takti við orð Guðs og það gerum við með því að rækta samfélagið okkar á hverjum degi. Og þetta gera allir menn sem að fatta hvað trú er. Að hún er eitthvað sem þú rækir á hverjum degi. Og þú vaknaðir inn í þennan dag. Alveg svolítið skrútspældur yfir því hvernig kosningarna voru, því að þinn kall og kettling náðu ekki kjöri. Ég get nú alveg sagt það.
Ég kaus annan en þessa ágættu manneskju. En ég segi líka, ég mun styðja hana alveg fram í fingurgóma. En ég fekk ekki mína manneskju í embætti og ég er búin að kjósa, fyrsti forseti sem ég kaus var herra Kristján Eldjárn. Alveg ég stutt hann svoleiðis maður, hálfa nóg, og hann komst að. En aðra forseta hef ég ekki verið með í að velja. Ég kaus, en þeir komast ekki að. Og þannig hefur það verið fram til þessa dags og ég fekk heldur ekki mína manneski að. Svona er þetta. En himinn og jörð er ekki þar með fallin þó að þetta hafi gerst. Því enn lifir Jesú og enn er að það sem að ég og þú þráum að vera innundir og hjá, og við vitum að það sem hann er rétt. Við vitum það kannski ekki. Þá skaltu líka leggja vel við eyrun. Því að það sem hér er sagt er réttur málflutningur sem ég að sjálfsögðu get ekki þvingaði til þess að taka við. En rétt er samt rétt og það er líka til eitthvað sem er rangt. Það er líka til eitthvað sem heitir sannleikur og það er líka til eitthvað sem heitir lygi. Og hvor megin viltu vera? Ég veit að þú viltu vera undir sannleikunum og hér er verið að bera hann fram og þú bara setur skrítinn svip. Hvað? Það þú trúir ekki. Það er bara út af því. Við erum hér að boða trú. En við gefum enga trú. Við gefum engum trú. Einu sem við gerum er að boða trú og það er ekki sami hlutur. En allt er þetta nú samt fyrir boðunina. Ég fekk trú fyrir boðun, bróðis. Og þú sem trúir fékkst trú fyrir boðun bróðis eða systur. Þú heyrðir ykkur staðar orðið með öðrum orðum. Þannig verður trúin til. Það er orðið sem frelsar þig. Eins og ég var að vitna á þann og svo sem oft vitnað þá var eftir í hjarta mínu nokkur orð að öllu þessum orðum sem að þessi ágæti bróðir var búin að lesa fyrir mig í nokkra daga á undan. En þessi orð urðu eftir. Ein setning, ein stuttsetning og þetta voru orðin sem frelsuðu mig að endingu. Þannig að Drottinn veit alveg hvað hann gerir. Þannig að við tökum vel við þeim sem að boðar okkur orð Guðs. Ég ætlaði mér enga trú. Akkur átti ég að ætla eitthvað sem ég vissi ekki hvað það var. En svo kom trúin og þá vissi ég hvað er trú. Trúin er Jesú. Og frá þeim tíma hefur ég og Jesús verið bestu mátar. Og það svo verður áfram. Svo hjálpi mér Guð. Hjálpi mér Guð. Hann er huggari minn og hjálpari minn. Og Jesús er frelsari minn. Og er hitt líka huggari minn og hjálpari minn. En hann er frelsari minn. Jesús fór á krossinn og Jesús stó á krossi. Og gaf upp andan með þeim orðum að nú var allt fullkomið. Þetta er fullkomni veruleiki Drottins. Og það er mitt verk, það er að fræða mig í orði Guðs og umfram allt trúa orði Guðs. Það er það sem við gerum, við trúum orði Guðs. Svo lesa hérna eitthvað.
Við erum í Jóhannesar Guðspjall í 9. kafla, við gerum þetta bara svona handóskent, erum ekkert búin að undirbúa neitt. Það 30. vers. Maðurinn svaraði þeim, þetta furðulegt, að þið viti ekki hvaðan hann og þó opnaði hann augum mín. Við vitum að Guð heyrir ekki bænir syndara, hann bænheyrir hvert þann sem guðrækin og fer að Guðs vilja. Frá alda öðli hefur ekki heyrst að nokkur hafi gert þann sjáandi sem blindur var borinn. Ef þessi maður væri ekki frá Guði, gæti hann ekkert gert. Þessi maður, blindi maður, við heyrum að hann hefur fengið opinberun. Hann ekki nokkrum vafa hver Kristur né hvað hann getur gert. En þeir sem hann var að tala við voru nú bara alveg, þeir bara ránkvöldu í sér augunum og fylltust heift auðvitað. Þannig þetta. Þeir svörðu honum, þú ert syndun vafinn frá fæðingu og ætlar að kenna okkur. Og þeir ráku hann út. Dæmigerð viðbrögð manna sem hafa verið svolítið stöðaðir. Það kemur þarna einhver kall og segir þeim bara til syndana. Voru þeir ekki valdsmenn? Og hver hafði leyfi til að segja þeim til syndana? Þeir voru með valdi til að segja öðrum til syndana. Og þeir gerðu það og ráku hann út, blessaðan manninn. Meira gagn var nú ekki að þessum vitnisburði þess ágæta manns Jesú með beinum hætti og hver hann Veist þú hver Jesús Þú veist það líklega, en það til fullt af fólki sem veit ekki hver Jesús og þeir vilja bara reka þig út með þig. Og hvað það að gera? Það að fara út? Nei, þú ætlar að vera áfram og gera áfram þau verk sem þú hefur verið að gera og Guð blessi þig fyrir það. Þó einhver taki ekki við sannleikanum, þá lofa ég hverjum sem að hann mun þurfa að heyra hann oft. Og það að þú skulle fá að heyra sannleikan oft ekkert nema kærleiksverk Jesú. Því að sannleikurinn mun einn daginn ná þér og gera þig hólpinn. Og þú þakkar fyrir það að hann gafst aldrei upp á þér. Jesú gafst aldrei upp á þér og fyrir það ertu þakklátur þegar að þeirri stund kemur að næri skottið á þér. Alveg svo náði skottið á mér. Og ég þakklátur fram á þennan dag að svo sé. Þannig að hann ekkert að baki dottinn. Og hvorki ég þú erum heldur að baki dottinn. Við ætlum að halda þessu verki drottins áfram með vonandi þinni aðstoð. Nú ef ekki þá heldur það samt áfram. Því ekkert neitt annað að ræða. Því að ef þú vilt losna við syndina úr umhverfiðinu, þá þetta eina ráðið, orð Guðs. Og ég veit að þú vilt það í svona hjartaðinu. En þú hefur því miður ekki leiðina. Ég að benda á leiðina. Hún orð Guðs, hún Jesú, hún trúin í þínu hjarta sem heldur utan allt þetta þrennt og sjálfa þig leið. Og svo komið að þú vilt fyrir engan mun að þetta hætti. Ég hvet þig og segi þig sannleikan að það hættir ekki. Þannig að þú ætlar að halda áfram að gera þessi góðu verk sem Drottinn hefur boðið þér að gera. En það komið tími, hún var hér einhvers staðar þegar ég kom og ég ætla bara að skilja hana þar eftir. Og ég kveð, held þessu góða verki Drottins áfram, að þú ætlar að biðja ekstra mikla bæn fyrir þessu ágæta verki. Verið þið sæl.